og færum okkur yfir í lið númer 6 sem er endurskoðun skólastefnu 2018 og það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef náttúrulega, eins og hefur komið fram hérna í þessari pontu, haft svona þá stefnu að leggja mitt að mörkum til þess að við séum dugleg hérna við að ræða stefnur bæjarins sem að við höfum yfirleitt samþykkt eða þeir sem voru hér undan okkur. Og þegar að mér barst það til eyrna síðastliðinn föstudag að það væri ekki áformað að ræða en stefnu hérna, þá fannst mér alveg upplagt að ræða einhverja stefnu. En samt ekki. Af því að mér finnst algjör óþarfi að vera að ræða skólastefnu frá árinu 2005. En það sem ég vildi ræða, og þetta nú mjög bara stutt, má segja, innlögn hjá mér, að það nú oft þannig að maður málshefandi og heldur maður ægilega fína ræður og búin að kynna sér málið alveg ægilega mikið og að ég ekki þar. Ég sem sagt fyrir bara nokkrum vikum þá rakst ég á minnisblað frá fræðslustjóra sem hefst á orðunum og með leyfi forseta vitna ég í minnisblaði sem að hljóða svo: hlutverk kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn fyrst og fremst að móta stefnu sveitarfélagsins. Því mun það hafa afgerandi áhrif á endurskoðun skólastefnu Akureyrarkaupstaðar að bæjarfulltrúar ásamt fræðsluráði hafi leiðandi hlutverk við endurskoðun hennar. Og ég bara svona, ég eitthvað að klikka núna. Að ég bara hef ekki haft leiðandi hlutverk við endurskoðun þessar stefnu og svo myndi ég eftir því að þegar við vorum að ræða hérna í desember síðastliðnum fjárhagsáætlun þá kom hérna formaður bæjarráðs og greindi frá því að ætlunin væri að innleiða metnaðarfulla skólastefnu á árinu 2019. Þannig ég fór svona pínu að panika að ég væri kannski ekki að standa mig hafandi ekki leiðandi hlutverk í þessari skólastefnu eins og ég alveg sammála því að það náttúrulega megin hlutverk okkar sem kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn, það fyrst og fremst að móta stefnu og einmitt að fara eftir henni og endurskoðana og það allt saman. Það svona sem ég ætla alltaf að vera að tala þessar stefnur. En og ég hef það eftir mínum fulltrúum í fræðsluráði að þetta hefði heldur ekki verið mikið rætt inni í fræðsluráði, þar sé að þeirra aðkoma sé líka mjög takmörkuð. Þannig að ég bara svona velti fyrir mér hvað í gangi. Ætlum við að innleiða metnaðarfulla skólastefnu árinu 2019 og hvernig ætlum við kjörni fulltrúar að koma að því og það vil svo vel til að formaður fræðsluráðs hérna í bæjarstjórn og ég efast ekki að hún hefur svör á reiðum höndum, þannig ég bara kalla eftir því. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir við lokið máli sínu orðið laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að þakka bæjarfulltrúi Sóley Björk til að taka mál á dagskrá. Það alltaf gaman að ræða menntamál. Ég ætla að grípa tækifæri og aðeins að fjalla þá vinnu sem komin á stað en síðan þegar við erum komin lengra þá munum við halda ítarlegri kynningu og umræður hér í bæjarstjórn. En núgildandi skólastefna var samþykkt í bæjarstjórn 31. maí 2005 eftir 2 ára vinnu og síðan hófst núverandi endurskoðun skólastefnunni á árinu 2017. Svona aðeins byrjaði að vinna þetta. Það var myndaður stýrihópur á fræðsluskrifstofu sem að eru í rauninni 2 grunnskólastjórnendur, 2 leikskólastjórnendur, skólastjórnandi tónlistarskólans og fræðslustjóri. Þessi stýrihópur var ákveðinn á síðasta kjörtímabili og var hugsaður sem í rauninni vettvangur til þess að mynda ákveðin drög, einhvern grunn sem mun hugsanlega taka breytingum í samráðsferlinu sem á eftir eiga sér stað. En við þurfum að byggja umræðina og vinnuna og okkar tillögur á einhverjum grunni þannig að það var hugsunin að gera þetta svona. Vissulega það alveg hárrétt að vinnan hefur tafist. Við ætlum að vera komin mun lengra í þessari vinnu heldur en ætlunin var. Það hefur nú bara verið þannig að það hefur verið mikla mannabreytingar á fræðslusviðinu, bæði varðandi sviðsstjóra og formenn ráðsins, þannig að þetta hefur bara tekið tíma. En við erum fulla vilja til að láta ganga hratt og vel fyrir sig. En það auðvitað mælt með því að stefna sé mótuð innanfrá
þannig að byrja sig á kjarna skólastarfsins, námi og kennslu. Skólastefnan ætti því að byggjast á því fyrst og fremst að skapa stuðning við kjarnastarfsemina og auka þekking og hæfni kennara, þátttöku nemenda og bæta inntak námsins. En það er einmitt það sem við erum að ganga út frá, það er það að barnið eða nemandinn sé í öndvegi. Því þurfum að fá alla hagsmunaaðila til þess að hugsa stefnumótandi, hvernig við getum unnið að velferð og framför barnsins. Fara svona svolítið út úr okkar kassa, okkar rann, að við hægt að hugsa bara hvað tengist okkur, heldur að hugsa út fyrir. En menntastefna Akureyrarbæjar leggur grunn að framsækni skóla og frístundastarfi og við gerð menntastefnar er lagt upp með að hún verði framsýn, afmörkuð og skýr og byggja gögnum og reynslu og rannsóknum. Hlutverk fullorðinna er að vinna að velferð og framför barna með gleði, metnað og umhyggju að leiðarljósi. Hraðar samfélagsbreytingar kalla á ábyrgð og ábyrg viðbrögð og framsýni af hálfu fagfólks þar sem heilbrigði og mannkostur er grunnur að öllu skólastarfi. Flest bendir til þess að óhjákvæmilegt verði að þróa starfshætti í skólum svo koma megi betur til móts við stöðu og þarfi barna vegna örra samfélagsbreytinga. En stefnan felur í sér almennar aðgerðir sem miða að því að grunnþættir menntunar og hæfni viðmið aðalnámskrár birtist í öllu starfi. En rík áhersla er lögð á að starfsfólk skólana útfæri stefnuna á hverjum stað og í samstarfi við nemendur eða börnin okkar og foreldra. Stefnan tiltekur sameiginlegar áherslur í skóla, frístundastarfi og forgangsröðun umbóta verkefna. Nú liggja fyrir drög, þó ekki endanleg, en þau voru lögð fram til kynningar í fræðsluráði í gær. Og þó svo við munum vera með ítarlega kynningu eins og ég kom að í máli mínu áðan, þegar vinnan er lengra komin, þá langar maður að nýta tækifærið og sýna ykkur þann grunn sem nú þegar komin er. Ég er tilbúin hérna með mynd til þess að varpa á skjáinn fyrir ykkur til þess að sjá að þar er píramídi með vissum gildum og þáttum inni. En þar er meðal annars verið að tala um það að fyrsta skrefið er að hafa nemandann í öndvegi. En hagsmunir og þarfi nemandans séu leiðarljós í öllu starfi, skóla, skipulagi og rekstri. Það þýðir það að við alla starfshætti og allt skipulag þá þurfum að hafa í huga að þeir séu barninu til hagsbóta og velferðar og framfarar. Og það kemur meðal annars fram að menntun snýst ekki að fylla fötu heldur að tendra eld. Síðan kemur gildi þar sem að þættirnir gleði, metnaður og umhyggja eru sett niður, en börnin þrífast best þar sem gleði ríkir og þar sem þau búa við hvatningu og tiltrú fullorðinna. Það er mjög mikilvægt þessi tiltrú og það er okkar hlutverk, okkar fullorðna fólksins að skapa það umhverfi. Síðan er það metnaður, en við viljum skýrar væntingar til nemandans að þær leggi grunn að metnaði og þrautseigju. Umhyggja kemur fram þarna, þar sem tekið er á öryggi, tengslum og samskiptum og það séu grunnþarfir sem þarf að efla og rækta. Umhyggja felur í sér að tryggja skal öllum líklemdu öryggi í samskiptum og tengsl sem byggja á virðingu og trausti. Hlutverkið, það er bara stóra málið, það er velferð og framfarir. En hlutverk allra fullorðinna í skólasamfélaginu er að vinna að velferð og framförum barna. Okkar starfshætti verður því alltaf að miða því að börnin sýni framfarir og það sé velferð sem höfð er í huga. Síðan er komið ábyrgð allra og það er verið að tala um heilbrigði einstaklinga, heilbrigt samfélag og heilbrigt umhverfi og það er rauninni verið að tala um það að við viljum sem skólasamfélag vera áhrifavaldar í samfélaginu. Bæði hvað varðar heilbrigði, við getum tekið umhverfismál sem dæmi, en við séum ábyrgi okkar samfélagi og við setjum mörk. Síðan er það undirstöðuna sem eru neðstar og þar komum við inn á það að við komum inn á mannauðinn sem er innan stofnananna okkar, að skólar Akureyrarbæjar verði áfram eftirsóknarverðir vinnustæðir, starfsþróun, starfsfólki séu gefin tækifæri til starfsþróunar, þjálfun nýs starfsfólks og vönduð móttökuáætlun, skuldbinding. Allt starfsfólk verði virkt í umbót og gæðastarfi. Fagleg forysta stjórnenda hefur að markmið að vinna velferð og framförum allra. Síðan er það lærdómssamfélagið. Öflugt lærdómssamfélagið grundvallar þáttur til að styrkja færni skóla til þróunar og umbóta. En lærdómssamfélagið einkennist af faglegum stjórnendum, samstarfsmenningu með áherslu á nám og framfarir, markmiðs- og árangursmiðuðum starfsháttum sem bæta vinnubrögð og drífa stöðugar umbætur áfram, hæfnimiðuð námi nemenda, nýsköpun og upplýsingatækni.
Öruggt umhverfi þar sem örugg og traust samskipti eru til staðar, gott og heilsusamlegt húsnæði, góður og vandaður búnaður. Mannrækt sem kemur inn á siðferði, heilbrigði, sjálfsábyrgð, samskipt og tengsl. Síðan það framsækni. En hvað þýðir framsækni? Það er í rauninni að hafa sterka framtíðarsýn og þróa okkar starfshætti til að koma til móts við þarfir barnanna okkar, til dæmis í tæknimálum og starfsháttum. En öflugir leiðtogar vinna á grundvelli framtíðarsýnar og stefnu hvers skóla og bæjarins í heild. Við erum að tala um samþætta stoð þjónustu sem er til staðar í dag en við viljum virkja hana enn frekar, aðlögun að samfélagsbreytingum og tækni, vinna stöðugt á umbótum og breyta til batnar á grundvelli gagna og rannsókna. Síðan kemur að því í rauninni að hver næstu skref. Þetta er í rauninni grunnurinn sem komin og við munum vinna með og þessi gögn verða lögð fyrir á fund aftur fræðsluráðs eftir 2 vikur til umræðu, vinnu og samþykktar. Þar sem stefnunni verður vísað síðan áfram til ráða og nefnda. Það er einnig lagt til að nefndarmenn verði skipar, það verður erindisbréf sem verður lagt fyrir fræðsluráði á næsta fundi þar sem að skipað verði 1 fulltrúi og minnihluta og 2 og meirihluta í þennan fagráðshóp, hann verður stækkaður til þess að koma pólitískt fulltrúa verði að vinnunni. En einstaklingar innan fagráðshópsins munu síðan fara inn í skólana og kynna drögin. Það er tillaga sem á eftir að taka tillit til það að taka ákvörðun að halda stóran íbúafund, stóran í svona þjóðfunds líki einhvers konar, fá allt samfélagið að borðinu varðandi gerð stefnunnar. Það er einnig líka verið að skoða það að halda vinnu hér með öllum bæjarfulltrúum eins og við höfum stundum gert, þar sem allir koma að vinnunni. Það verða að vinna líka í rýnihópum, þar sem allir hagsmunaaðilar, starfsfólk, nemendur, foreldrar og kjörnir fulltrúar gefa álit á grunni stefnunnar. Það verður unnið að stefnumörkun hvers skóla fyrir sig, því skólarnir eru misjafnir og þurfa væntanlega að sýna stefnumörkun og aðgerðaáætlun einnig, þannig að aðgerðaáætlun verður útfærð á hverjum stað fyrir sig, en síðan verður einnig aðgerðaáætlun útfærð fyrir heildina. En til þess að stefnan nái fram að ganga þá er mikilvægt að stilla upp þeim verkefnum sem nauðsynleg eru til að framkvæma hana og ná markmiðum hennar. Þessi hluti stefnumótunarinnar er oft talin vera sá erfiðasti og tímafrekasti. Þannig að þetta mun taka tíma og ég efast að við náum að klára þetta árum 2019 þó svo við munum ótröð halda áfram. En þarna nefnilega stoppar oftast ferlið. Því er ástæða að huga sérstaklega aðgerðunum sem að auka líkur á árangusríkri framkvæmd. En það geta verið margar og fjölmargar leiðir að markmiðum og því þarf að forgangsraða og hugsanlega draga úr eða hætta verkefnum sem ekki falla að stefnunni. Leggja fram framkvæmdar áætlun ásamt lykiláherslum og árangursvísum. En svo er líka mikilvægt að muna, svona rétt að lokum, að stefnumótun er ekki verkefni sem á sér endapunkt. Hún er þvert á móti síendurtekið ferli sem í raun og veru lýkur aldrei. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk fyrir að taka þetta mál á dagskrá og þakka þér bæjarfulltrúa Ingibjörg fyrir þitt yfirlit sem lofar bara góðu. Við stöndum kannski á ákveðnum tímamótum í dag og jafnvel þó fyrr hefði verið og við þurfum aðeins að fara að huga að því að sitja ekki eftir. Ég ætla að vitna aftur hérna í þessa skýrslu með leyfi forseta sem að ég nefndi hérna áðan, Ísland og 4. iðnbyltingin sem var kynnt í síðustu viku. Sem er það sem er verið að reyna að takast á við það að skoða hvernig menn sjá fyrir sér breytingar í samfélaginu með aukinni sjálfvirkni og aukinni tækni á næstu árum. Og það sem er að gerast hjá okkur í dag er það að við erum að mennta einstaklinga inn í samfélag sem við kannski vitum ekkert endilega hvernig verður. Og þá er spurningin þessi á hvað eigum við að leggja áherslu í menntuninni. Það kemur hérna fram til dæmis í þessari skýrslu með leyfi forseta að sköpun og tilfinningagreind eru kannski þau atriði sem eru farin að skipta mestu máli að mati fjölda
framkvæmdastjóra sem að voru spurðir út í þetta á heimsvísu hérna árið 2015 og hafði reynda verið gert 5 árum áður. En vægi gagnrýna hugsunar eykst líka enda svo hefni sífellt mikilvægari í heimi þar sem magn upplýsingu áreiti eykst með samfélagsmiðlum og öðrum upplýsingaveitum og færni fólks til að leysa flókin verkefni trónur og toppnum dæmi færni sem mun skipta miklu máli í 4. iðnbyltingu. Og þá þurfum við aðeins að velta fyrir okkur hvernig búum við einstaklinga undir þetta. Og þegar við erum að tala tilfinningagreind, þá erum við að tala samskiptahæfnina, við erum að tala það hvernig einstaklingur les í aðstæður, við erum að tala það hvernig einstaklingur tekst á við, sýnir til dæmis samúð og samkennd í samfélaginu. Og þetta allt saman atriði sem skipta gríðarlegu máli. Og það sem það er tilgreindur hérna listi í skýrslunni hvað þessir fjölmörgu framkvæmdastjóra töldu að fólk þyrfti að búa yfir. Og það er til dæmis árið 2015 þá var efst leysa flókin verkefni, númer 2 var teymisvinna, númer 3 mannauðsstjórnun, 4 gagnrýnin hugsun, 5 samningatækni og þannig koll á kolli. Sköpun var þar ekki hún var á sinn 10. liður. Þegar þetta er gert síðan 5 árum seinna, þá er áfram leysa flókin verkefni, þegar þess að það er eitthvað sem að við munum sennilega alltaf vera þau sem að gera í raun, út frá tilfinningalegum þáttum öðrum sem að er hæpið að vélvæðingin muni ná yfir, allavega ekki á næstu árum. En síðan kemur gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun, mannauðsstjórnun og teymisvinna. Tilfinningagreind, dómgreind, þjónustulund, samningatækni og vitsmunalegur sveigjanleiki. Og það sem að ég held að, mér fannst kannski vantaðinn, en ég gerir ráð fyrir að komi, eins og inn í gildin, ég held að það sé eitt sem að skipti gríðarlega miklu máli í tengslum við allt þetta, það er sveigjanleiki og það er þrautseigja. Ég held að þrautseigja sé bara eiginleiki sem við þurfum að þjálfa upp. Bæði hjá okkur sjálfur og þeim sem koma til með að lifa í framtíðin. Og þá komum við kannski að kjarna málsins sem ég sá. Hvernig ætlum við að gera þetta? Gerum við þetta með því að kenna málfræði, íslensku? Eða fara nákvæmlega yfir söguna sem slíka? Íslendingasögur og heimsöguna og þar framtíð. Ég ætla ekki að gera lítið fyrir sig greinum. Ég ætla aðeins að velta því bara upp hvernig við erum að nýta okkur tækifærin til þess að styrkja og efla börn og unglinga í gagnrýninni hugsun og hvernig við gerum það. Við erum oft dálítið föst í skólanum í stagli. Það er bara þannig. Og þetta er eitthvað sem mér finnst að þurfi að margan átt að breyta. Það hafa orðið breytingar en ég held að þurfi meiri breytingar. Þess vegna er þetta grunnatriði sem ég nefnt þarna sem lærdómssamfélag, algjört lykilatriði, vegna þess að það gengur út á það líka að styrkja starfsmann, styðja við starfsmann, skilja hann ekki eftir einan með verkefnið. Og það er nákvæmlega það sem þarf að leggja algjöra áherslu á og þá leið komum við að þessu. Við þurfum að auka tækjabúna skólana til þess að geta nálgast þetta verkefni af einhverju viti. Það er aldrei stórt verkefni. Fyrir utan það náttúrulega að drífa í því að leysa leikskólavandanir. Það er bara kapitúluta fyrir sig. Við erum ekki minnst á þarna og við erum náttúrulega hluta af skólastefninu. Þannig að þetta eru bara atriði sem ég langaði til að minna á vegna þess að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli og ég veit að við erum að hugsa þetta en ég held að við ættum líka hérna í bæjarstjórn aðeins að velta þessu fyrir okkur og í hvaða aðstöðu fólk er stundum gagnvart í að leysa úr þessum verkefnum sem það stendur fram fyrir. Við þurfum að skapa aðstæðurnar. Það eru við sem tökum ákvarðanir hér sem leiða til þess að eitthvað sé gert á margan hátt. Rannsóknir hafa sýnt að það eru kennarar í skólum sem hafa mest áhrif á árangur barna.
inn í skólan. Það eru stjórnendur sem hafa mest áhrif á kennara og hvað þeir gera. Þannig hafa þeir óbein áhrif á árangur nemenda. Síðan er það yfirstjórnin sem hefur áhrif á skólastjórana, sem hefur áhrif á kennarana, sem hefur áhrif á börnin. Þannig að það sem við gerum, það hefur áhrif. Það er alveg klárt mál. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hildur Bettý Kristinsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, skólamálin, þau brenna á manni og skipta gífurlega miklu máli fyrir okkur bara sem samfélag og íbúa. Og ég velti fyrir mér árið 2017 þá byrjum við á að móta nýja, eða svona ef maður fer yfir söguna þá förum við í það að móta nýja skólastefnu árið 2017, síðan þá verður breyting, það kemur ný sviðsstjóri og auðvitað verða ofta aðrar áherslur, það koma nýir inn í ráðin. En skólastefna, hún náttúrulega verður aldrei til nema með okkur öllum og samfélaginu. Og svo vinna sem í gangi núna, og það hefði verið rosa gott að hafa myndina áfram uppi á glærunni, að því að ef við horfum á hana, þá er þetta bara lifandi tæki og þessi orð geta breyst og leiðu þetta fyrir til umsagnar, þá getur margt breyst þarna inni. Þú veist, verður gleði á undan metnaði, umhyggju og Gunnar bæjarfulltrúi talaði að Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi talaði að það vantaði þrautseigju, en það var nú komið inn á það áðan, en það er þessi seigla. En mér langar svona aðeins, við mótum skólastefnu þá þarf að huga að mjög mörgum þáttum og það hefur verið gert í þessari vinnu sem farin á stað. Ég alveg sammála, við erum farin okkur langar að þetta gerist hraðar, en þetta tekur bara tíma og breytingar taka tíma. En markmiðið að það að vera með framúrskarandi leikgrunn og tónlistarskóla á Akureyri og efla frístundastarfið. Og til að ná því mikilvægt að uppfylla alla þessa þætti sem koma þarna fram, en það þarf að vera með skýra skólastefnu sem ríkir sáttum. Það þarf að vera samstarf á milli kennara. Við þurfum að uppfylla skilyrði ytra mat og það til dæmis bara, ef við skoðum hvernig Menntamálastofnun að gera þetta í dag, þá erum við komið með ákveðin mælikvarða á ytra mati, en við þurfum náttúrulega líka að huga að innra mati skólana. Það skiptir miklu máli að við sjáum að það séu framfarir á námsárangur í nemenda og þá einmitt þetta sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á áðan. Það að breytast. Menntakerfið að breytast og það er svo gífurlega margt að breytast í samfélaginu okkar, bæði í skólastarfi og atvinnulífi. Og jú, við erum með einstaklingi í dag sem við vitum ekki hvaða störfum þau verða eftir 20 ár, 30 ár. En störfin okkar geta líka breyst og þá þurfum við líka að hafa segluna og þrautseigina að geta tileinkað okkur nýja hæfni og það þetta sem við þurfum að kenna nemendanum. Að hann geti tileinkað sér þessa þekkingu eða þessa hæfni sem í rauninni að hann geti lært þær aðferðir til að takast á við í rauninni 4. iðnbyltinguna og svo koll að kolli. Til að það var komið inn á tækjabúnaðinn áðan. Tækjabúnaður eitt og sér. Það gott mál og það ein leið í kennsluaðferðum. En tækjabúnaður til að fara að innleiða tækjabúnað og allir nemendur tilengja sér það og börn, ef við tölum bara um það ef við talum um það í grunnskólanum í dag, þá skiptir máli að kennarar fái þá fræðslu til að geta innleitt þetta. Af því í dag svolítið staðan orðið þannig að gapið orðið meira á milli nemenda og fullorðna. Og þetta þarf allt að passa saman og þá ef við horfum á myndina eins og með undirstöðurnar að þá það lærdómssamfélagið, mannauðurinn, þá þarf þessi starfshættir kennara að við séum að tala til allra þegar við erum að gera skólastefnu. Stuðningur við stjórnendur, það skiptir líka máli og eins við kennara og þegar ég hugsa þetta þá hugsa ég þetta alltaf þannig að barnið í öndvegi, alveg sama hvar það statt og það finnir til sín og það má í rauninni segja að við séum fara þá leið
að við séum að gera barnið að sínum eigin námsmiði. Að það hafi tækifærið að finna til sín og fá að þroskast í þessu skólasamfélagi. Að því hraðinn í samfélaginu gífurlegur og við þurfum ekki annað en að skoða bara til dæmis eins og atvinnuauglýsingar í dag, þá að vera að tala samskiptafærni, félagsleg samskipti, teymisvinnu og fleira. Og þetta þurfum við að þjálfa börnin okkar líka í, að því tæknin tekur líka margt frá þeim. Og það þurfum við líka að bæta við inn í skólakerfið. En að lokum, þá langum við bara að segja að það mikilvægt að börn og ungmenni fái tækifæri til að blómstra í lífi og námi, eins að eflast í gagnrýnu hugsun, samskiptafærni og munum að nemandinn ávallt í öndvegi. Takk. Bæjarfulltrúi Hildur Bettý Kristjánsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði ekki að vera leiðileg, en ég held ég verð að vera pínu leiðileg, því að bæjarfulltrúi Ingibjörg kemur inn á að skólastefnan upphaf vinnu hennar hafi byrjað 2017, en það kannski með núverandi aðilum sem að vinna henni, en ekki með þessum meirihluta. Þessi meirihluti satt líka á síðasta kjörtímabili og ég fletti upp hérna í fundagerðum og 5. janúar 2015 var tekið á fundi skólanefndar og ég veit að því ég satt þar á þeim tíma að þá var fræðslustjóra falið að heyra í Háskólanum á Akureyri með að stýra vinnu við skólastefnu og nokkra fundi þar á eftir var þetta tekið fyrir. Þannig að við erum að tala að núna eru liðin 4 ár, við erum að tala 50 mánuði sem hefur tekið þennan meirihluta að gera þessa skólastefnu. Ég ætlaði ekki að vera leiðileg, en ég varð pínum pirrað þegar það var talað 2017, því það ekki rétt, það 2015. Og ég meira þess að var sjálf kosin í þá nefnd sem átti að vinna að þessar skólastefnu og ég á boðið á 1 fund og síðan ekki söguna meir þó ég hafi sóst eftir hvort það ekki fleiri. Það var aldrei, ég fekk aldrei formlegar upplýsingar að þessari nefnd hefði verið slitið eða hætt þessari vinnu á þeim tíma. Það var líka varðandi húsnæðisnefnd á vegum fræðslunefndar sem var stofnað á þeim tíma. Ég veit að bæjarfulltrúi fyrrverandi Preben átti að sitja í þeirri nefnd, hann var boðaður á 1 fund og síðan ekki söguna meir, sem segir kannski söguna hversu langan tíma hefur verið tekið að koma að byggingu leikskólans við Glerárskóla því að það var eitt af hlutverkum þessara nefndar. En nú ég búin að vera leiðileg. En Gunnar kom með mjög áhugavert erindi og bæjarfulltrúi Gunnar og og líka bæjarfulltrúi Hildur Bettý og það gaman að sjá hvað við höfum bæjarfulltrúi Ingibjörg, hvað við höfum fólk sem hefur metnað og þekkingu á þessum sviðum varðandi fræðslumálin sem inni. En ég hef ekki lesið þessi drög sem komu fyrir fræðsluráð í gær, þannig ég mjög spennt að sjá afraksturinn. Ég reyndar líka svegt að heyra formann segja hér að hún efist að stefna verið til á árinu 2019, því þá þegar við komin á árið 2020, þá það tekið meira hlutan en 5 ár að gera þessa skólastefnu. En það sem ég sá á glærunni góð byrjun, þannig ég mjög ánægð að sjá það að nemandinn sé í öndvegi og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt og þessi orð sem eru þarna hef ég ekkert út á að setja og þannig að þetta byrjar allavega vel. Ef ég kannski ákvað nú að kíkja og renna yfir gömlu skólastefnuna bara svona því við vorum að fara að taka þessu umræðu. Hún var svo sem mjög vel unnin, það mjög margt í henni sem mjög gott, en það sem vantar í hana sem ég vona verði tekið inn í þessa stefnu aðgerðaáætlun og það verði tímasett, það aðgerðir og það verði mælikvarðar sem við leitumst eftir og það var mjög gott að heyra bæjarfulltrúi Ingibjörg og þessi verið að vinna þessa stefnu á gögnum því að það gríðarlega mikilvægt. En þess að við komum aðeins inn á bæði bæjarfulltrúi Hildur Bettý og
Og bæjarfulltrúi Gunnar, það var varðandi búnaðinn. Við ræddum þetta líka í bæjarráðum daginn. Þetta er eitthvað sem við verðum að fara að huga betur að. Og við vorum nú með í okkar stefnuskrá að allir skólar búi við sambærilega aðstöðu og grunnbúnaði í samræmi við samþykkta skilgreiningu sem unnin verða á kjörtímabilinu. Þannig að við leggjum til að þessi skilgreining verði búin til, þannig að við séum að bjóða öllum upp á sambærilega aðstöðu. En svo náttúrulega eins og bæjarfulltrúi Hildur Bettý kom inn á, það líka varðandi búnað sem kennarar eiga að kenna á, að þeir þurfa náttúrulega að kunna að kenna á hann. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að við eflum fræðslu í þeim efnum. Þegar ég satt þarna skólanefnd á sínum tíma, þar eins og ég hafi setið þarna í 100 ár, ég satt þarna held ég ár, en það, þá var það svolítið sjokkerandi fyrir mig að á einum fundi kom þar fram að þeir sem væru nýútskrifað frá námi þyrfti strax að fara í endurmenntun, sem að mér finnst mjög sérstakt. Þannig að þá allan upplifði ég að það vantaði svolítið samtal við háskólan með það sem við erum að kenna. Hvort nú háskóli staðsettur hér, þannig að ég vona allan að þetta þurfi ekki í dag og þetta samtal hafi átt sér stað, því að nú eru 4 ár síðan að þetta var. En mér finnst allan að gríðarlega mikilvægt að það sé mikið samtal þarna á milli og háskólinn sé, við séum að ganga í takt, háskólinn og við sem erum við sveitafélagi sem að sjáum fræðsluna og grunnskólakerfið. En já, gott og heilbrigt skólasamfélag, því ég held að það sé það sem þarf. En til þess að það þurfi, þá þarf að vera góð stefna og allir ganga í sömu átt og eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á, framsækni, það þarf sterka sýn. En því miður síðustu árin, núna síðasta kjörtímabil og það sem liðið af þessu, þá höfum við ekki þessa sýn af því að þessi stefna ekki komin, því miður. En ég hlakka til, ég treysti bæjarfulltrúi Ingibjörgu að stýra þessari vinnu, ég treysti henni sem formanni inn í fræðsluráði og þau fólki sem þar, þannig að ég trú ekki öðru og ég vona hún lofi með því að þetta verði allan í byrjun árs 2020. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Eva Hrund. Það þarf stundum bara að vera leiðilegur, það er alveg þannig. Ég get svo sem ekki svarað nákvæmlega fyrir hvernig þetta var 2015 og 16. Ég kem inn núna inn í ráðið eftir síðustu kosningar, en vissulega þannig að þetta var á okkar könnu, okkar meirhlutans og það er alveg rétt, en ég bara þykir miður ef ég farið með rangt mál hérna áðan, en samkvæmt minnisblaði sem ég hef hérna, sem ég prentað út af fundargáttinni, þá kemur fram að endurskoðunin hafist árið 2017. En það er bara þannig eins og við kom fram í máli mínu áðan og í máli bæjarfulltrúa Hildu Bettýar, að þá eru bara búið að vera talsverða breytingar á sviðsstjórum og á nefndarmönnum og formönnum og öðru sem hefur líka truflað vinnuna. Og í þeim rýnihóp sem er að vinnu núna varðandi þessi drög og kemur fram með þessi drög, heyri maður að það er endalaust verið að velta við steinum, skiptum skoðanir, svo er eitthvað sett niður á blað og það er annað fundur og þá breytist stefnan. Sem er bara rosalega gott því að við þurfum að fara í margar hringi með þetta og þannig við komumst að niðurstöðu. En ég er ánægð að heyra undirtektirnar hér af þessum drögum sem eru komnar og það gefa okkur svolítið byrjundi báða vangi að halda áfram með þessari vinnu. Varðandi stefnuna og hvenær við ljúkum henni, þá hef ég svo sem sagt það að mér finnst mjög mikilvægt að það fylgi aðgerðar áætlun stefnunni. Við höfum stundum lagt fram stefnur hérna og fengið í rauninni ákvörðun það að það sé engin aðgerðaráætlun sem fylgi stefnunni. Við getum lagt fram stefnuna árinu 2019 en aðgerðaráætlun mun ekki fylgja með þá. Þess vegna finnst bara mikilvægt að við tökum stefnuna, vinnum hana, leggjum hana til umræðu og allt það og þegar allir eru sáttir þá gerum við aðgerðaráætlun og svo verður þetta bara samþykkt samhliða hér í bæjarstjórn. Það er svo mikilvægt að við séum með markmiðin á hreinu, þau séu mælanleg og þau séu tímasett og við fylgjum þessu eftir en eins og ég sagði áðan þá er þetta verkefni sem heldur áfram endalaust. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur beðið um orðið.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér fannst svona bara við hæfi að ég kem hér upp sem einn af 3 formannum fræðsluráðs á síðasta kjörtímabili og það kannski einmitt segir pínu til það, ekki bara einn af 3 heldur líka einn af, svo vorum við 2 sviðsstjóra. Það sem forsendur því sem að bæjarfulltrúi Eva nefnir á hann með hún hafi byrjað 2015 er kannski ekki allrangar. Ég get ekki svo sem svara fyrir það sem ég tek við í desember 2016. Þá aftur á móti strax í byrjun árs 2017 var ákveð að fara í því að það í raun og veru var búið að liggja bara í dvala. Þá voru búið að vera 2 formenn og bara búið að liggja í dvala. Þannig að þá var ákveðið að fara í að endurskoða skólastefnuna. Og þá var þessi ákvörðun hvort það ætti að endurskoða hana, búa til nýja, hvernig ætti að fara í verkið og sú vinna var mest á höndum fyrrverandi sviðsstjóra. Og þegar í raun og veru hún hættir, þá skilar hún ansi mörgum gögnum sem ég veit eða trúi að verði notaðar áfram í vinnu við þessa skólastefnu. Og þó það sé í raun og veru engin afsökun eða neitt, að þá er það samt dálítið að vera með bæði 3 formenn á sama kjörtímabili á samt 2 sviðsstjórum. En ég hef fulla trú á nýjum formanni fræðsluráðs og bara hvernig sú vinna virðist vera að ganga og ég er fullviss að fá mjög flotta og metnaðarfulla menntastefnu á samt bara góðri og greinagerði aðgerðaáætlun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt inn í þessu umræðu. Auðvitað getum við klárað þetta þessu ári. Þetta er spurningin það hvernig við vinnum verkefnið. Og ég hefði mælt með því að ég held að upphafið að þessari umræðu hefði verið ábending frá bæjarfulltrúa Sóleyju Björk það að pólitíski fulltrúar, það eru þeir sem móta stefnuna. Svo erum við okkar fulltrúin í fræðsluráði. Þegar síðast skólastefna var unnin þá var tekin mikil tími inn í skólanefnd sem þá var kölluð í vinnu þessara stefnu og menn tókust þar á mörg atriði. Ég held að sjá að geta að fá þessi drög inn annarkvort eða bara inn á fund bæjarstjórnar bara öðru hvoru bara til að ræða meginatriði. Ég held að það er allt í góðu lagi. Þannig að það er nefnilega þannig að það geta komið svona pólitísk spursmál í skólastefnu sem við eigum bara að taka umræðum á þessum vettvangi hérna og mér finnst það bara gott mál að geta gert það. Þannig að setjum bara trukk í þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og ég ætla að færa varaforseta bæjarfulltrúa Evu Hrund stjórnfundarins og óska eftir að fá orðið. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk bæjarfulltrúi Sóley Björk fyrir að vekja máls á þessari stefnu sem ég held að sé gríðarlega mikilvæg og ég held að sé allt í lagi að það sé sparkað í rassinn á okkur í þessum meirihluta að þetta á að vera verkefni sem á að vera hægt að klára og vinna. Ég hins vegar vildi koma bara upp vegna sem ég langaði að lýsa kannski minni skoðun á því að mér finnst ekki aðalatriði vera hvenar stefnan verður nákvæmlega tilbúin, þar að segja, jú, auðvitað skiptir það máli, en mér skipta alveg brjálæðislega miklu máli hvernig þáttaka samfélagsins, hvort sem það eru pólitísk kjörnir fulltrúar, kennarar, nemendur, skólasamfélagið og aðrir koma að vinnunni og já, foreldrar, þannig að því að þetta er svona eins og í fluginu stundum sometimes it's the journey not the destination sem að skiptir svolítið miklu máli. Hvernig ætlum við að vekja til okkur sem samfélag til umhugsunar þær ótrúlegu breytingar í mennta- og skólakerfinu okkar sem að framundan eru. Þannig ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við vinnum þessa skólastefnu í mjög opnu ferli og í miklu samráði og samtali. Ég vil líka vekja athygli á því hvernig við gætum fengið nemendur með okkur og mér langar að segja ykkur frá því að áður en ég kom hingað á bæjarstjórnarfundi í dag þá fór ég með dóttur mína í klippingu og leiðinni var hún að segja mig frá því að hún var að vinna enskuverkefni í skólanum sínum.
Enskuverkefni hennar fólst í því að hún átti að búa til drauma skóla og skólinn hennar heitir Epic, bara svo það sé sagt, sem náttúrulega eitthvað stórkostlegt, og á skólalóðinni rússíbani svo það sé hægt að slaka á í frímínútum. En svo sagði hún, ég var líka komið með geggjað svona heiti á því að hvernig fyrir hvað skólinn ætti að standa, og hún sagði það var að make today's learners tomorrow's leaders. Boom, sagði hún. En mér fannst bara þetta samt að því við vorum að fara að tala skólastefnuna í dag og þessar ofboðslega öru breytingar, og við sem erum kannski orðin dálítið miðaldra höfum svolítið gott að því að blanda saman aldurshópum, og ég viss það að nemendur og unga fólkið og börnin, ekki síst þegar við erum að tala það að börnin fái meiri vikt í því að móta sína eigin stefnu og framtíð, að þá eftir þetta samtal og þessa bílferð þá hugsaði ég einmitt með mér, við skulum virkja okkur öll í þessu samfélagi til þáttöku í að móta þessa stefnu, setjum fút í hana, setjum kraft í hana, en ekki drífa okkur að því markmið ekki bara að hafa hana á blaði, heldur að við getum raunverulega innleitt hana og tekið tillit til nýrra hugsun og nýs hugsunarháttar í okkar skólastarfi. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir hefur lokið máli sínu og færi hérna aftur stjórn fundarins. Og bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem hefur verið svona svolítið skitsofren kannski má segja, sem þú veist, hvenær byrjuðum við að pæla í endurnýja skólastefnuna og svo bara hvað finnst okkur vanta inn í leiðarljósin og allt þar á milli, að því auðvitað þetta risastór umræða, þetta stærsta máli okkar. Og hvort það var nú árið 2014 sem ég sýnist svo á fundagáttinni að fyrst það verið lagt til að fara í endurskoðun skólastefnunnar, eða hvort það var 2015, 16 eða 17, skiptir ekki öllu máli núna kannski, allavega held ég að sé gríðarlega mikilvægt að klára hana fyrir árið 2020 og mér langar að segja ykkur frá því að því að bæjarfulltrúi Gunnar myndist á fjórðu iðnbyltinguna og þessa skýrslu sem að forsætisráðuneytið gera og við kynnt í vikunni eða síðustu viku. Þar sem að eitthvað sem að við þurfum virkilega að hafa í huga, og það auðvitað gríðarlega vandræðalegt að vera með skólastefnu frá árinu 2005 þegar að vera að ræða þessar hröðu samfélagsbreytingar, og til gamans þá get ég sagt ykkur frá því að grein í Viðskiptablaðinu árið 2005 frá 7. apríl fjallar þriðju byltinguna og hvernig Íslendingar ætla nú að hýsa upp sig í henni eða standa sig í henni. Og ég bara segja, við eigum að hafa áhyggjur af þessu og ég hef miklar áhyggjur af þessu. Og þess vegna spurði ég hlutverk okkar kjörunarfulltrúa og okkar bæjarfulltrúa sérstaklega, sem sérstaklega til getið í þessum minnisblaði frá því fyrra, og hef fengið svör sem til dæmis þannig að grunnur, það séu sérfræðingar núna að vinna grunn sem verður lagður til í samráðsferli. Og ég bara átta mig ekki alveg á því hvernig, svo ég segi það eins og hvernig það samrýmist þessu leiðandi hlutverki sem fræðslustjóri hefur sett fram í minnisblaði að við eigum að sinna. Og ég ætla bara að segja að það bara eitthvað ekki í lagi með þessa vinnu. Það ekki verið að taka þetta föstum tökum sem við svo sannarlega þurfum að gera, og fínt að stefna á það að hafa stefnuna framsækna, en við skulum bara byrja á því að stefna á það að hafa stefnu. Það rosa framsækið akkurat núna, myndi ég segja. Og fínt bara eftir viku verði bætt pólitísku fulltrúum í hópinn. Það var fínt að fá þetta inn í fræðsluráð í gær til umræðu. Þetta skjal sem bæjarfulltrúi Eva ekki búin að lesa, en ég get sagt að það tekur svona 1,5 mínútu. Það ekki mikið kjöt á beinunum þarna. Og þessu var hendinn seinnipartinn í gær, hugsanlega eftir að búið að setja þetta á dagskrá í bæjarstjórn, sem það bara gott. Og mikilvægt að halda vel á spöðunum. Ég ætla að leggja fram bókun fyrir hönd minnihlutans, fulltrúa minnihlutans, skora á meirihlutann að sýna þann metnað að vinna markvisst að endurnýjun skólastefnu Akureyrarbæjar og klára hana ásamt aðgerðaráætlun fyrir árslok 2019. Þannig hér komin áskorun og nú skulum við bara heisa upp okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi
Guðmundur Baldvin Guðmundsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gaman að hlusta á þessa umræður hérna skólastefnuna og sjálfsögðu þetta eitt stærsta máli okkar og eins og ég sagði hérna í pontu held ég í fyrra og bæjarfulltrúi Sóley var að vitna í, þá var ég sannfærður að við myndum koma með mjög metnaðarfulla og góða skólastefnu hér fyrir árinu 2019. Nú segir formaður fræðsluráðs að það sé geti kannski klárast þessu ári, en ég held að það sé mikilvægt að góðu hluti gerist hægt og við þurfum að vanda til verka og hér hafa menn tekið mjög góða umræðu það hvernig menn ætli að standa að þessu. Bókun minnihluta sem það að við þurfum að hýsa upp okkur buxurnar og fara að klára málið, hún á bara vel við, þetta eitthvað sem við ætlum að gera og ég segi það líka eins og ég sagði í pontu hér þegar ég var að tala skólastefnuna þá held ég að fræðsluráð sé einstaklega vel skipað í dag. Við erum með mjög metnaðarfullt fólk þar inni og ég ber miklar vonir til þess fólks að það verður inni ákaflega vel að þessari skólastefnu. Þau eru búin að boða það að þetta fari í samráðsferli. Bæjarfulltrúi Gunnar talaði hér að þetta kæmi með reglulegum hætti inn hér í bæjarstjórn og formaður fræðsluráðs Ingibjörg kinkaði kolli. Ég held að þetta sé bara mikilvægt að við tökum þetta föstum tökum og gerum þetta saman. Þetta eitt mikilvægasta málið fyrir okkur, það að vera með góða skólastefnu, þess að börnin eru framtíðin okkar og við eigum að byggja vel undir þar. En eins og hefur komið fram í máli fólks þá náttúrulega skólastefna eða svona stefna alltaf lifandi plagg og það hefur líka komið fram að þegar menn hafa verið að vinna þetta núna bara upp á síðkastið, fræðslustjóri sagði okkur það á fundi hér daginn að það er alltaf að taka einhverjum breytingum. En það bara svo örar breytingar í samfélaginu okkar. Bæjarfulltrúi Hildur Betti myndist á mig að fór að tala það að tæki og tól það er rætt mikið tækni í skólum og svo framvegis. Við vitum ekkert hvernig þetta verður á morgun. Þetta svo öra breytingar. En við þurfum að byggja grunninn og gera það vel og ég sannfærður okkur textað öllum saman. Þetta á að vera sameiginlegt verkefni okkar í bæjarstjórn og í fræðsluráði og í samfélaginu að búa til góða skólastefnu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, góðir hlutir gerast hægt en ekki svona rosalega hægt. Það er eiginlega bara það sem er vandamálið. Og ég get tekið undir orð bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins það að ég er alveg sammála því að fræðsluráði vel skipað núna og við höfum öflugt starfslið núna á fræðslusviði og þetta náttúrulega fyrst og fremst spurningin það hvernig við forgangsröðum verkefnum. Og það getur verið að það væri nú bara gáfulegt að setja ekstra fjármagn inn í skólastefnu vinnuna, fá utanaðkomandi aðila til að vinna ákveðna handavinnu sem snýra því að vinna úr þeim gögnin sem koma út frá þessum fundi sem þarf að halda og draga það svo fram inn á fundi ráðsins. Þetta gerði við 2005 og það hefði tekið 2 ár þá var megin vinnan síðast árið og þá var það miðstöð skólaþróunar eða skólaþróunarsvið eins og hétt á háskólans sem var bara með í vinnunni og voru bara með starfsmenn sem unnu. Þetta gerist ekkert öðruvísi. Við getum ekki ætlast til þess að sviðstjóri fræðslusviðs, hann getur leitt vinnuna, en hann getur ekki verið svo sem vinnur vinnuna, hann hefur bara svo margt annað á sinni könnu. Það er bara þannig. Þannig að ég bara legg til að við setjum fjármagn í þetta og það verði sett trukk í þetta. Því að þó að við viljum gefa þessi tíma, þá getum við gert svo mikið á tiltölulega stuttum tíma ef við bara skipuleggjum fundina og vinnum úr gögnunum, leggjum þetta fyrir, tökum þetta fyrir á fundum, ræðum hvað við að halda áfram með og hvað ekki og þar höndugötu. Við getum alveg klárað þetta þessu ári, ef við viljum það, ég treysti á ykkur í það verkefni. Skora á ykkur. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Okkur öll, líst vel á það. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið málu sínu og orðið er laust. Og það sem að ekki fleiri hafa hvatt sér hljóðs þá segir þessum lið lokið og ætla að taka með það besta leyfi að taka fundarhlé.